Góðan daginn og velkomin að málþing sýklalyfjaónæmi. Eins og þið vitið getur of mikil eða óviðeigandi notkun sýklalyfja stuðlað að auknu sýklalyfjaónæmi. En hver er staðan á Íslandi þegar kemur að notkun sýklalyfja? Sóttvarnalæknir fylgist með þróuninni á Íslandi, bæði hvað varðar notkun sýklalyfja og tíðni sýklalyfjaónæmis hjá mönnum og dýrum í samstarfi við Matvælastofnun og fleiri aðila. Síðustu 10 árin hefur heildarsala sýklalyfja á Íslandi minnkað nokkuð, en salan dróst sérstaklega mikið saman í COVID-19 faraldrinum vegna þess að tíðni annarra algengra sýkinga í samfélaginu minnkaði og þar með sýklalyfjanotkun. En notkunin hefur líka breyst hvað varðar val á sýklalyfjum. Sum sýklalyf eru mun minna notuð en áður. Sýklalyf hefur vaxið á sama 10 ára tímabili. 90% allra sýklalyfjanotkunar á Íslandi er utan sjúkrahúsa, sem sagt sýklalyf sem er ávísað með lyfseðli. Ef við skoðum sérstaklega notkun sýklalyfja á heilbrigðisstofnunum eða sjúkrahúsum, sést sama þróun þar að notkun sýklalyfja minnkaði töluvert í COVID-19 faraldrinum. 80% sýklalyfjasölu til stofnana er til Landspítala, en 11% á sjúkrahúsi á Akureyri en afgangurinn skiptist á aðrar stofnanir. En hvaða sýklalyf eru mest notuð á sjúkrahúsum hérlendis? Þetta eru aðallega flokkarnir penicillin og kefalosporín sem eru sýnd á þessu grafi. En síðustu ár hefur orðið sérstaklega mikil aukning á notkun fyrstu og þriðju kynslóðar kefalosporína, á meðan notkun þröngverkari penicillina hefur dregist saman. Almennt viljum við nota þröngverkari sýklalyf því þau stuðla síður að sýklalyfjaónæmi. Þetta graf sýnir notkun helstu breiðvirku sýklalyfja sem ECDC eða Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins notar sem gæðaviðmið fyrir sjúkrahús. Eins og áður sagði hefur notkun Ceftriaxons aukist, en einnig Piperacillins með beta-lactam-hemli og Carbapenem sýklalyfja. Ísland er undir meðaltali Evrópuríkja, en hlutfall breiðvirkra sýklalyfja hérlendis var 30% árið 2023 en hefur þó nær tvöfaldast síðustu 5 árin hérlendis og var 17% árið 2019. Ísland og Spánn voru einu 2 löndin með marktæka aukningu á hlutfalli breiðvirkra sýklalyfja á þessu tímabili. Miðað við önnur lönd notar Ísland minna af sýklalyfjum á sjúkrahúsum en flest önnur lönd ESB eða EES sé miðað við mælikvarðan fjölda dagskammta á hverja 1000 íbúa. En þetta er algengasti mælikvarðinn á notkun sýklalyfja. Þessi mælikvarði hefur þó verið gagnrýndur því hann notar í nefnara íbúafjölda, sem sagt 1000 einstaklinga. En það er ekki heppilegur mælikvarði fyrir sjúkrahús því hann endurspeglar ekki fjölda sjúklinga eða legudaga á sjúkrahúsum, sem sagt starfsemi á sjúkrahúsum. Í síðustu viku birtist ný grein í Eurosurveillance tímaritinu frá sýklalyfjahópi ECDC rannsókn sem ber saman mismunandi mælikvarða fyrir notkun sýklalyfja á sjúkrahúsum. Þessi rannsókn staðfesti að mismunandi mælikvarðar gefa mjög ólíka mynd af notkun sýklalyfja á sjúkrahúsum í mismunandi löndum. Hér eru bornir saman 3 mælikvarðar, fjöldi dagskammta á 1000 íbúa á ári eða lengst til vinstri, dagskammta á 100 legudaga og til hægri fjöldi dagskammta á 100 útskriftir. Og síðari mælikvarðarnir 2 endurspegla starfsemi á sjúkrahúsum. Gögn sýklalyfjanotkun komu frá ECDC en gögn legudaga útskriftir frá Eurostat. Eins og sjá má á þessu grafi þá færast löndin til og frá eftir því hvaða mælikvarði notaður, samanber rauði boxinn sem sýnir stöðu Íslands. Rannsóknin undirstrikar því mikilvægi þess að nota nefnara eða mælikvarða sem tengja starfsemi á sjúkrahúsum, til dæmis legudaga eða útskriftir við mat- og sýklalyfjanotkun á sjúkrahúsum.
Nú, en eins og ég sagði, þá 90% sýklalyfjanotkunar í landinu utan sjúkrahúsa, eins og kallum í samfélaginu, community, lyfseðlar. Og mér langar að benda ykkur á þetta nýja mælaborð sem á vef embættis landlæknis og sóttvarnalæknis sem bara mjög gott tæki til að skoða sýklalyfjanotkun í samfélaginu utan sjúkrahúsa. Og hérna hægt að skoða eftir árum, það eftir sérgreinum lækna, það eftir kyni, aldri, heilbrigðisumdæmi og ársfjórðungi og það hægt að skoða heildarnotkun sýklalyfja og verði líka eitt eða nokkur sýklalyf í einu. En það maður hægt að leika sér með þetta ýmsan hátt og ef maður hefur einhverjar spurningar og vil skoða notkunina. Og ég hvet ykkur bara til að skoða þetta mælaborð. Og það sem sagt nokkrir mælikvarðar, það bæði dagskammtar líka fjöldi ávísana og fjöldi einstaklinga í þessu mælaborði. Í framtíðinni voru þau til ríki til að geta sýnt á sama hátt með sjúkrahúsum, við höfum ekki ennþá gögn sem til þarf, en það voru til að bæta úr því. Nú bara aðeins stuttlega, hver þá staðvarandi sýklalyfja ónæmi á Íslandi, við erum að tala sýklalyfjanotkun. Nú bæði Ólafur Guðlaugsson og Kristján alltaf að tala meira þeim eftir, þannig að það bara farið mjög stutt í það þessu erindi. En það þessar 3 gerðir ónæmra sýkla sem eru tilkynningarskyldar til sóttvarnalæknis samkvæmt reglugerð. Og það eru sýklar sem framleiða breiðvirkan beta-laktamassa, það ESB-lax í algengasta gerðin, svo það metilsýn-ónæmur stafylokokkurs aureus í miðjunni og vankómycin-ónæmur enterokokkur. Og sem sjáum það hefur tíðni ESB-myndandi sýkla farið vaxandi undanfarin 10 árum og einnig var nokkuð hár fjöldi MÓSA og vankómycin-ónæmur enterokokka í fyrra. Þannig að við hafa vissar áhyggjur af því að tíðnin sé að aukast. Og Kristján var alltaf að tala um karbapenamassa, ég hafa bara þessa mynd með til að sýna að 2014 þar voru engin karbapenamyndandi sýklar að tilkynntu til sóttvarnalæknis en fjöldin hefur vaxið úr 0 upp í 8 til 10 ári og flestir þetta einstaklingar sem greinast í skimun við innlögn á heilbrigðisstofnun og margir hafa sögu ferðalög til útlanda. En þetta er sýklalyfja ónæmi sem við höfum áhyggjur af. Og mér líka að benda ykkur á annað mælaborð, sóttvarnalæknir hefur mælaborð við alls konar smitsjúkdóma og það eru meðal ónæmir sýklar, BBL og MÓSA sýklar. Og hérna er hægt að skoða tíðnina líka eftir árum, kyni, aldri og bæði fjölda og tíðnitölur. Þannig að við sóttvarnalæknir að efla birtingu gagna nær okkur í tíma og á gagnvirkan hátt. Ok, nú erum við að tala um sýklalyfjanotkun og sýklalyfjaónæmi, en hvað erum við að gera til að sporna við útbreiðslu ónæmra sýkla? Við tökum þátt í aðgerðum bæði innanlands og í heiminum, erlendu vettvangi. Og 2022 var skipaður starfshópur undir formennsku Þórólfs Guðmundssonar, fyrrverandi sóttvarnalæknis, að setja saman eignarheilsu aðgerðaáætlun gegn sýklalyfjaónæmi. Og starfshópurinn sem að sé þetta mynd, vantar þetta Hólmfríði frá Umhverfisstofnun. Starfshópurinn skilaði tillögum sínum í febrúar á þessu ári og þær voru svo í framhaldinu samþykktar sem eignarheilsuaðgerðum stjórnvalda gegn sýklalyfjaónæmi og staðfestar af 3 ráðherrum sem þetta mynd, matvælaráðherra, heilbrigðisráðherra og umhverfisráðherra og aðgerðaáætlun hefur verið gefin út opinberlega bæði á íslensku og ensku og er öllum aðgengileg á netinu. Mér langar aðeins að segja nokkur orð um þessa aðgerðaáætlun. Þetta er fyrsta opinbera aðgerðaáætlun Íslands og nær til árunna 25 til 29 og það eru 6 meginaðgerðir. Það er í fyrsta lagi að stuðla markvissri og skynsamlegri notkun sýklalyfja hjá mönnum og dýrum. Númer 2 takmarka útbreiðslu með uppspurningu og fræðslu. Númer 3 bæta þekkingu með vöktun á vísindarannsóknum. Númer 4 hefta útbreiðslu með íhlutandi aðgerðum. Og númer 5 auka þátttöku í alþjóðlegu samstarfi aðgerðir. Og 6 tryggja samhæfingu og stjórn aðgerða til framtíðar. Þannig að það maður lesa nánar hvert þessa aðgerð í aðgerðaáætluninni, ég ætla ekki að fara í hana í smáatriðum, en við langar að minnast á að fyrir hverja þessa aðgerð nákvæm aðgerða og framkvæmda áætlun sem 10. í aðgerðaáætluninni. Og þar komum meðal annars fram markmið, verkefni, staða verkefnisins, loka afurð sem við viljum sjá, hver ábyrgðaraðili og tímaramminn. Og efst á blaði varðandi það að stuðla markvissri notkun sýklalyfja á vöktun er að efla söfnun öllu gagna sýklalyfjanotkun á sjúkrahúsum. Fá þær sjálfvirkt inn í gagnagrunna og birta þær með gagvirkum hætti. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að koma á stað. Aðgerðaáætlun tekur líka fram heildar árangursmælikvarða
fyrir alla áætlunina. Þá hún að taka tillit til meðal annars alþjóðlegra viðmiða sem við sett fram bæði í Evrópu og annars staðar. Og þá í fyrsta lagi verið að leggja til að fylgjast með hlutfall ákveðinna ónæmra baktería. Það bæði staflmósi, G-bylmyndandi E. coli, Carbaphinamessa myndandi bakteríur og hjá pneumokokkum Haemophilus influenzae. Og þá vera tekið punktstað árið 2022 og sett af hvert vilja komin að hvað vera árið 2029. Og einnig eru til markmið fyrir sýklalyfjanotkun hjá mönnum, bæði magnotkunar og gæðaviðmið. Og svo í þriðja lagi hlutfall fullra bólusetninga. Því bólusetningar eru mikilvæg forvarnaraðgerð til þess að draga á tíðni algengra sýkinga í samfélaginu og sjúkrahúsum, svo pneumokokkainflúensu, og þar með talið afleidda sýkingar og sýklalyfjanotkun vegna þeirra. Nú, það mjög mikið í gangi bara heimsvísu varðandi sýklalyfjaónæmi ónæmi voru mjög hátt á efsta blaði, ofarlega blaði í alþjóðlegu samstarfi. Og það allt og langt mál að telja upp allar skýrslurnar og aðgerðaáætlanirnar og tillögurnar og fundina sýklalyfjaónæmi í erlendu samstarfi. En sóttvarnalæknir tekur þátt í ýmsu verkefni bæði á norrænum vettvangi, í Evrópu og í alþjóðlegu samstarfi. Og við erum nefna tvennt varðandi Evrópu, að sóttvarnastofnun Evrópusambandsins með mikið verkefni hér og við erum að safna gögnum með þeim og gögnin eru birt í mælaborðum með skýrslum og þau eru líka með vitundarvakningu svo í dag. Og svo öðru lagi gaf Evrópusambandið út Council Recommendation aðgerðir til þess að vinna gegn útbreiðslu sýklalyfjaónæmis. Þetta Council Recommendation var gefið út 2003 og það eru meðal annars alls konar mælikvarðar og tillögur. Og svo í öðru lagi Ísland að taka þátt í Evrópuverkefni sem heitir JAMRAI 2, Joint Action, Antimicrobial Resistant Healthcare Associated Infections. Þannig að við fengum að Ísland fikk styrk og önnur Evrópulönd til að vinna þessum aðgerðum og þetta tala meira það hérna eftir. En við viljum fyrst að nefna varðandi þessa Council Recommendation sem kom frá Evrópusambandinu og þau voru með aðgerðaplan eða tillögur og þau voru líka að leggja til mælikvarða hvað þau vilja sjá stöðuna í Evrópu árið 2030. Og þessi tafla sýnir þessa 5 aðalmælikvarða, ég get ekki farið í gegnum því smáatriðum, en þau taka stöðuna 2019, 2023 og markmiðið 2030. Og það aðalskilaboðin hér að staðarandi sýklalyfjanotkun þokkaleg, það aðeins aukning í rauðu 0,6% sýklalyfjanotkun, en staðarinn jákvæð hvað varðandi tíðni MÓSA, við þurfum að draga á tíðni MÓSA í Evrópu sem jákvæð, en aðaláhyggjan þessi mikla aukning á tíðni Carbaphinamessa myndandi Klebsiellu. Þetta eitt af stærsta áhyggjuefnið bara í Evrópu heiminum öllum og þetta eitthvað sem þarna virðist við ekki vera á leið með að ná takmarkinu hvað var þess að gera ónæmi sýkla. Nú og að lokum varðandi Evrópuverkefni sem að taka þátt í JAMRAI 2 sem er Joint Action. Þetta eru 30 lönd, þetta er 4 ára verkefni, 24 til 28 og það eru sóttvarnalæknir fékk styrk og nokkrar stofnanir hér á landi. En eitt aðalmarkmið JAMRAI 2 einmitt að styrkja landsbundnar aðgerðaáætlanir hvers lands. Þannig að þau gera sér grein fyrir því að staðan í hverju landi ólík, þú getur bara ekki búið til einhver uppskrift og nú skulum við laga stöðunni ykkur með einu einsleitu verkfæri. Heldur verið að reyna að stuðla að alls konar aðgerðum og samtvinna þær við aðgerðaáætlanir mismunandi löndum til þess að það sé praktískt og komast einhvers konar góða farveg í hverju landi fyrir sig. Og þetta allt gert út frá sjónarmið einnar heilsu og að alls konar aðgerðapakka hér undir. Og hérna bara listi yfir helstu aðgerðapakkana í þessu stóra Evrópuverkefni. Að fyrstu 4 pakkarnir snúast við rekstur og bara stjórnun verkefnisins. Svo eru sérstakir verkefnapakkar, við tökum þátt í flestum. Þá erum við 5 aðgerðaáætlanir eða National Action Plan. Það sýklalyfjagæsla, nú að tala það hérna eftir, sýkingavarnir, samhæfð vöktun, aðgengi að sýklalyfjum eða sýklalyfjaskortur og vitundarvakning og fræðsla. Þannig það allt eiginlega undir í þessu Evrópuverkefni og það eru 30 lönd sem taka þátt, við erum komið á stað og þetta er bara mjög spennandi og tækifæri fyrir okkur. Líka læra þeim löndum sem eru komið lengra við, svo eru önnur komið styttra, en þetta er bara mjög spennandi. Og hverjir taka þátt á Íslandi, sóttvarnalæknir embætti landlæknis ábyrgðaraðili
og svo það heilbrigðisráðuneytið, Matvælastofnun og Umhverfisstofnun sem tek þátt í ákveðnum pökkum og svo nýlega var Landsbjörn áheyrnaraðili, hann ekki beinn aðili að verkefninu en áheyrnaraðili á ákveðnum vinnupökkum. Það mjög jákvætt. Og mér bara benda á einn af þessum vinnupökkum sem komið alltaf af stað, það er vinnupakki 9 sem snýst sýklalyfja skort eða access á ensku og Hulda Harðar ætlar að tala meira það hérna eftir. Að nú þegar erum við búin að setja saman í samstarfi við Landspítala og marga hagaðilega í Íslandi lista yfir svona forgang sýklalyfja sem við leggja áherslu á hvað verður sýklalyfja skort í Íslandi. Þetta er bæði fyrir menn og dýr. Og þessi lista er allir aðgengilegi fyrir hvert land á vefsíðu verkefnisins, bara smetla viðkomandi land og það sjáum við í listana. Og næsta skref er svo að gera þarfagreiningu af barjærna að sjá hvað skóðu kreppi, hvað er vandamálið varðandi aðgengi fyrir hvert lyf. Þannig að þetta er bara vinnupakki sem kom hann af stað og það er fullu vilji til þess að þetta leiði til einhver afurðar að það fyrir mútur einhverju hvernig er hægt að bæta aðgengi. Ok, helstu skilaboðin er að notkun sýklalyfja í Íslandi, heildarnotkun hefur ekki mjög mikið breyst síðustu ár frá til niðursveiflu á COVID-tímanum. Notkun breiðvirkra sýklalyfja hefur aukist á sjúkrahúsum, sem ákveðið ágefni. Það er ákveðin teikn aukningu á vissum gerðum ónæmra sýkla hér á landi og þurfum að fylgja sérstaklega vel með karbópenamyndandi sýklum. En við tökum þátt í aðgerðum bæði innanlands og alþjóðlega til að reyna að hægja á þessari þróun, við ekki alveg stoppa þetta. En það bæði með aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn sýklalyfjaónæmi og svo Jamret og verkefnið og raunar fleiri verkefni. Og allt er þetta gert út af sjónarmiði einnar heilsu, sem menn, dýr og umhverfi, eins og við erum til stað hérna. Þakka þér fyrir mig og einhverju spurningar þá annarkvæmt í svarinu. Tíma fyrir eina spurningu? Það er Svanur hérna. Tók eftir það var svolítið stoltur af því að þarna væri svo lítil sýklalyfjanotkun og útskrift. En er þetta raunverulega að við séum að standa okkur vel eða er það af því að bara sjúklingarnir, gamla fólk sem ekki á spítalunum, það er svo lengi að það er búið að læknast af sínum sýkingum löngu áður að útskrifast? Þetta var mjög góða punktur. Þess vegna verður að nota svona marga mælikvarða og bera það saman. Vegna þess að legutími og líka bara starfsemi heilbrigðisþjónustu í mismunandi löndum er svo ólík. Þannig að hjá okkur getur verið ákveðið svona vandamál varðandi fólk nægilega lengi á spítalum, þannig að þetta er náttúrulega skekki tölfræðina. Þannig að það er ekki hægt að taka neitt mælikvarða hráin, þetta er alltaf að skoða hvað er á bakið. Þetta er alveg góð grein sem mann varst að kíkja á. Algjörlega. Takk Anna og við ætlum bara að halda áfram. Ég ætla að nefna eitt að það var smá breyting á dagskráni eftir kaffihlé. Þá átti ég líka að segja eitthvað að það er hlé. Allavega hlé, klukkan 2, ég veit ekki um kaffi, en við fáum allavega að standa upp og tegja úr okkur aðeins og svo verður skipti að Hulda, skiptir við Má, þannig að Má verður beint eftir hléð og svo Hulda í kjölfarið. En nú ætlar Ólafur Guðmundsson, yfirlæknir á sýklalyfjavörnum að tala um sýklalyfjavörnum og ónæma sýkla. Kæra þakki Guðrún, takk fyrir boðið og gaman að sjá svona marga. Ég ætla að reyna að fjalla aðeins ónæmar bakteríur og síðan í framhaldinu hvað við getum gert, sérstaklega í okkar umhverfi. Mér langar að byrja hérna með sjúkratilfelli og við setja þetta í mjög gott samhengi. Sýklalyfjaónæmi er ekki bara eitthvað hræðilegt vandamál, þetta er raunverulega hræðilegt vandamál. Og þessi gamla kona sem ég þekkti mjög vel, hún er látin, hún var hrædd að öðru því hún var að fá bakteríusýkingar. Og hún lenti því að ökklabrotna og þurfti að fara á spítala erlendis og eftir þá spítalalegu þá fór hún að fá sýkingar með þessari bakteríu. Og við sjáum hérna, ég vona að þið sjáu þetta aðeins smátt betur, að hér er ákaflega mikið af R-um sem þýðir ónæmi og hún var fékk mikil einkenni með sínum sýkingum, þannig hún var áfram að fá alvarlegar bakteríusýkingar sem kölluðu á meðferð. En út af þessu ónæmismynstri þá kostaði hver bakteríusýking sjúkrahúslegu í 5 til 7 daga til þess að gefa henni sýklalyf. Og í æð, því að það voru engir peroskortir í boði. Og vissulega bættist fosfómísin á endanum við og við reyndum að nota það en hún þoldi það ákaflega illa. Sem var eini peroskosturinn sem var hægt að nota við þessum leiðindasýkingum. Þetta kostaði hana einhvers staðar í kringum 10 sjúkrahúslegur
sem áður var hægt að sleppa við með að nota Perós sýklalyf. Tvöfaldast EF. Nú eitthvað að hérna. Jú, en það vantar myndin hérna. Jæja, ok. Það átti að vera svo skemmtileg mynd hérna, jæja. Nú, þessi kona náttúrulega sýklaðist af þinni bakteríu í sjúkrahúslegu erlendis og hérna myndin sem átti að sýna grænt og fallegt Ísland átti að minna okkur á það að það eru örugglega engar ónæmar bakteríur hér. En hérna eru því miður nokkrir sjúklingar sem hafa smitast af mjög svo íslenskum kringumstæðum af mjög leiðinlegum bakteríum, bæði í þvagi og eins líka í blóði. Og sjáum að þessar bakteríur getur verið mjög snúið að meðhöndla og í sumum tilfellum jafnvel ekki hægt. En hvað þýðir þetta sýklalyfja ónæmi? Er þetta bara þetta bögg að þurfa að fara í næsta lyf á listanum eða er eitthvað meira sem hangir á þessari skítu? Og það hafa komið fram núna á síðustu árum mjög góðar greinar sem að reyna að varpa svolítið ljósi á þessa spurningu. Og hérna eins sem birtist fyrir 2 árum í Lancet sem er gríðarlega stór og sýnir sem sagt að af dánartíðni sjúklinga með öndunarfærasýkingar, með blóðsýkingar og með kviðarholssýkingar að þá líka á sýklalyfja ónæmi töluverðan hluta af þeim dauðsföllum. Og þegar menn hafa reynt að grúppa þetta svolítið saman, ég fékk þetta lánslæður, lánaði hjá Alessandro Castini, að þá ef við horfum á dauðsföll vegna sýklalyfja ónæmis, að þá eru þau fjölmennari heldur en inflúensa, berklar og HIV sýkingar á Evrópusvæðinu samanlagt. Og þegar við horfum á hvaða bakteríur þetta eru sem eru að valda þessum dauðsföllum, þá eru þetta bakteríur sem Anna Margrét var að nefna, þetta eru gram-neikvæðu bakteríurnar, Klebsiella, Carbapenemasa resistant eða myndandi E. coli og slíkar bakteríur og síðan eru það mósar og bakteríur sem eru þarna í þessum efsta hluta. Þannig að þetta eru algengar bakteríur sem valda algengum sýkingum og er ekki hægt að nota algeng sýklalyf til þess að meðhöndla. Svo hér er önnur nýlegri rannsókn frá Evrópusambandinu eða ECDC sem reyndi að skoða sem sagt áhrif sýklalyfja ónæmra baktería á eða byrði sýklalyfja ónæmra baktería í svokölluðu DALY, Disability Adjusted Life Years. Og við sjáum hérna þessa áhugaverðu stökklarrit á hlið og við sjáum sem betur við Ísland hérna mjög neðarlega en við sjáum að tölurnar verða býsna háar þegar við komum í Suður-Evrópu og austur og 585, veit ekki alveg hvort þetta segir ykkur eitthvað, en ef við tökum heildarsjúkdómsbyrði sjúkdóma af helstu gerðum í Grikklandi sem er efsta landi þarna og var með 585 DALY af 100.000 íbúa, þá sjáum við að sýklalyfja ónæmi, ég held að áætla 585 hérna, eins með veruleika, að við sjáum að þetta er farið að slá upp í sykursýki, nýrnasjúkdóma, strók. Þannig þetta er ekki trivial vandamál, þetta er raunverulega stórt og present vandamál. Þetta er sérstaklega mikið mál í okkar samhengi hérna inn á sjúkrahúsi vegna þess að meirihluti antimicrobial resistance eða sýklalyfja ónæmis verður í sýkingum sem verða tengd heilbrigðisþjónustu en vissulega 25% þar utan. Og það er náttúrulega líka gríðarlega alvarlegt fyrirbæri þar að við sjáum að sýkingar tengdar heilbrigðisþjónustu
með sínum ónæmu bakteríum veldur tvöfalt fleiri byrði heldur en 32 næst algengustu sýkingarnar. Þannig að þetta ótrúlegt magn af resúrsum, heilsu og lífi sem fer forgörðum út af þessum sýkingum. Og við sjáum hérna að sýklarlyfja ónæmið mismikið í öllum sjúklingum sem við gæni og getur verið býsna hátt. Nú, Jesus. Ég bið sverfinningar. Það var ég sem hringdi. Sannleikurinn. Það hefur eitthvað alvarlegt komið fyrir glærurnar mínar í þessum flutningi. Já, ok. Ég miður get ekki lagað þetta 1, 2 og 3. En hérna átti að vera mynd sem sýndi í rauninni One Health nálgunina með mönnum í miðjunni, kýrum, heilbrigðiskerfi og áhrifum sýklalyfja þarna í gegn og hversu mikilvægt það að hugsa þessa mynd í heild sinni og ísjakinn hérna til þess að minna okkur á það að það mjög margt að gerast sem við sjáum ekki í samfélagi bakteríanna. Við sjáum í rauninni bara þetta litla prósent sem við getum ræktað og litla prósent sem við getum greint ónæmi í meðan allt samfélag lífvera á jörðinni í rauninni þátttakendur í þróun sýklalyfja ónæmisins. Nú, hvaða bakteríur og hvar eru þær? Jú, þetta eru bakteríur á húðina á okkur. Hér Staph aureus, kannski þú mikilvægasta og þá mósarnir, eða methicillin ónæmi Staph aureus. Og svo eru þetta bakteríur í göddina á okkur. Og þetta í rauninni kannski það sem að verða mesta vandamálið. Gram-neikvæðu bakteríurnar sem eru fjölónæmar og því miður það þannig að þrátt fyrir okkar miklu tækni og allt annað, þá eru bakteríurnar fljótari að mynda ónæmi gegn sýklalyfjum heldur en við að finna upp ný efni til þess að drepa þau. Og þá næst þurfum við að hugsa hvað getum við gert til þess að hindra dreifingu þessara baktería. Nú, þessar bakteríur sem betur fer, þrátt fyrir allt, smitast með beinni snertingu, óbeinni snertingu, það er að segja ef ég smyr mínum bakteríum hérna á þetta borðshorn og Kalli kemur svo og snertir þetta borðshorn og fær mínar bakteríur á sig í gegnum borðið. Þetta getur smitast með mat og þetta getur smitast með vatn. Betur fer eru þær ekki loftbornar. Þetta nógu flókið. Mér finnst þessi mynd alltaf svona ágætis áminning og það eru til ótrúlega skemmtileg myndbönd á netinu sem sýna hvernig svona bakteríur dreifast í okkar spítalaumhverfi. Og ef við skoðum spítalaumhverfið og hér til dæmis búið að taka umhverfi sýni af öllum þessum flötum sem við eftir og á öllum þessum flötum finnast meinvaldandi bakteríur sem geta borist á milli sjúklinga og aftur hérna eru það hendurnar sem bera þetta á milli því að bakteríurnar sem betur fer fljúga ekki heldur það einhvern sem hefur snert eitthvað sem hann átti ekki að snerta með bakteríur á höndunum, hreinsaði sig ekki áður. Þannig að allt þetta í rauninni bakteríugildrur sem eru tilbúnar til að dreifa bakteríunum til næstu einstaklinga. Og ef við hugsum spítalaumhverfið, þá, þetta er nú bara myndið sem staðar á netinu, þá auðvitað viljum við að sjúklingarnir okkar séu hamingjusamir og hraustir. En við sjáum í hendi okkar að hætturnar á dreifingu baktería eru fjölmargar. Ég vona allir að reynsa þessu hundur sem fyrirmyndum og á eftir, en við vitum þær. Og hérna aftur, þessi snerting sem svo mikilvæg í mannlegum samskiptum getur orðið hættuleg. Og síðan auðvitað mikilvægi umhverfisþrefa og sýklalyfjagæslu. Þessi
þessi flutningur hefur alveg slátrað glærunum. Nú, hérna átt að standa hlutverk sýklalyfja, mikilvægi sýklalyfja. Sýklalyf alveg gríðarlega mikilvæg tól í okkar daglegu vinnu. Það hefur þetta valdið framþróun í læknisfræði sem á sér ekki nokkrar hliðstæður. En í þessu samhengi þá eru sýklalyf meiri háttar drifkraftur í þróun ónæmra bakteríum. Og hérna er mynd úr Nature áhrif sýklalyfja á flóruna í þörmunum. Og við sjáum að áður heldur hún það á sýklalyf, þá ertu með mjög ívers, margar tegundir af bakteríum í þinni þarmaflóru, hérna þarmaflóttur. Síðan færðu sýklalyf og þá drepast allt nema þessar ónæmu bakteríur. Og þær dafna og þær valda sýkingar. Þannig að það er mjög mikilvægt að nota sýklalyf rétt, í réttum skömmtum í réttan tíma. Og Anna Margrét fór aðeins yfir það. Sýklalyfjagæsla er því gríðarlega mikilvæg í því að hindra þennan þrýsting, þennan þróunarþrýsting á flóruna og færa hana úr því að vera hættuleg í það að vera minna hættuleg. Og hérna vantar líka fyrirsögn, það sem talað þrif og við sjáum hérna umhverfið, eins og ég var að nefna áðan, og hérna erum við með bakteríutalningar á ýmsum stöðum, hérna á salerni, á sjúkrahúsi. Þannig að hér er ansi mikið af bakteríum og þetta þarf allt saman að þrífa á fullnægjandi hátt. Og enn vantar fyrirsögnina, einangrun sjúklinga. Einangrun sjúklinga er gríðarlega mikilvæg. Þetta er í rauninni aðgerðaknippi eða böndul, fjölþætt aðgerð sem miðar að ákveðnu marki. Og þetta er til þess að hindra að ónæmar bakteríur berist út í sjúklinga. Vinnubrögðin eða útfærsla einangrunarinnar er þá miðuð við þær bakteríur, veirur og þær smitleiðir sem við þurfum að verja. Sjúklingurinn er þá í sérbýli, oftast með í salerni, þetta kallar að koma til því. Þetta þýðir að umgengni sjúklinginn er stýrt. Það þýðir að réttarhlífarbúnaður eru notaður við alla umgengni og starfsmenn sem kunna að nota hlífarbúnað vita það að þeir eiga að hreinsa á sér hendurnar eftir hverju umgengni. Og síðan er herbergið þrifið eftir notkun samkvæmt staðinu. Og hérna eru leiðbeiningar frá WHO sem eru reyndar miðaðar við Acinetobacter, Pseudomonas og fleiri sem eru karbapenemassa-myndandi. En eins og Anna Margrét sagði áðan, þá eru við svolítið eftir á í þróun ónæmis og viljum gjarnan halda því þannig. Það er því mjög mikilvægt að beita öflugum aðgerðum á þær bakteríur sem við erum að fást við til þess að hindra umgengni eða dreifingu þeirra og hindra þannig að það rekist áfram okkar flóra í þessar verstu birtingarmyndir. Hérna átt að standa handhreinsun. Handhreinsun er oddsteit sýkingavarna á sjúkrahúsum og hún hindrar krossmengun með næmum og ónæmum bakteríum. Sýndi ykkur á það mynd af spítalaumhverfinu sem allir voru að nota hendurnar. Þetta er leiðin til þess að hreinsa hendurnar á okkur, þannig að við þurfum að rífa okkur fyrir og eftir, sem sagt fyrir snertingu við sjúkling og hreina fleti og eftir snertingu við eitthvað. Og þetta er útlistað hérna í 5 tækifærum handhreinsunar átækinu sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin er með og hérna er í rauninni bara hluti af grundvallar myndgátt sem á alltaf að vera í lagi. Hérna er spritflaska. Nú, á Landspítalanum þá höfum við verið með svona verklag þar sem einhver eða skilgreindur aðili á stofugangi fylgist með þátttöku starfsmanna í handhreinsun og þó að þessar tölur séu aðeins rauðari heldur en við viljum þá er í þessum athugunum í rauninni samt betri árangur heldur en við höfum séð í athugunum víða erlendis. Og já. Nú, Anna Margrét nefndi bólusetningar. Hérna
vantar fyrirsögnina, bólusetningar. Ég hef aldrei lent í því áður að glærunum mínum hafa verið slátrað með þessum hætti, en það er eins og það er. Ég verður bara að trúa mér, bólusetningar. Bólusetningar eru gríðarlega mikilvægar í þessu sýkingavarna brensur og ónæmar bakteríur umræðu. Vegna þess að þær hindra algengar öndunarfærslingar. Það getur verið vegna veirusýkinga. Veirusýkingar eins og við sáum í COVID valda einkennum sem að mímikera eða herma eftir alvarlegum bakteríusýkingum og kalla oft á sýklalyfjanotkun þó að það sé ekki alltaf alveg ljóst að það þurfi. Og þær valda líka sekúndar bakteríusýkingum, til dæmis lungnabólgu. Þá geta bólusetningar sem bara gegn pneumókokkum hindrað beinlínis sýkingar. Já, hérna er myndir sem ég ætlaði að sýna áðan. Þannig að hérna sjáum við sem sagt þetta sambýli sem að sýklalyf á ýmsum stöðum í landbúnaði, inn á sjúkrahúsum, í gæludýrum og sem skokk frá öllum þessum einstaklingum kynna flóruna í stóru samhengi, heimsflóruna, fyrir sýklalyfjum og hjálpa og reka áfram þróun sýklalyfja ónæmis. Og Anna Margrét fór aðeins yfir aðgerðaáætlunina, þannig ég ætla ekki að tala um hana. En við þurfum að temja okkur þessa hugsun, þessa einnar heilsu hugsun, þar sem við þurfum að huga að umhverfi, dýrum, bæði húsdýrum og eins villtum dýrum, að plöntum og ræktun og eins fólki og reyna að nálgast þetta úr öllum þessum áttum samtímis til þess að við skiljum jörðin okkar betri í höndum barnabarna og barnabarna heldur en við tókum við helst og gefum þeim tækifæri til þess að njóta áfram þessa kraftaverks sem sýklalyfin eru og þess ávinnings í læknisfræði. Að því við munum að gjörgæslulækningar, transplantlækningar, íhlutalækningar, allt þetta byggir á því að við getum stjórnað sýkingum. Og ef við getum það ekki, þá fellur þessi partur læknisfræðinnar, já, minnstakosti á miklu erfiðari tíma eða jafnvel alveg út. Já, þetta ég ætlaði þá bara að enda hér. Takk, Ólafur. Ég ætla bara að biðja ykkur að geyma spurningar hérna fyrir kafflíðinni þá fyrir Óla, en fáum þá Kristján Orra til að segja okkur frá faraldsfræði karbapenemassa sem er heitt efni. Já, takk fyrir. Já, ég ætla að tala faraldsfræði karbapenemassa og í raun ákveðnar breytingar sem við erum bara að sjá gerast núna bara fyrir framan okkur augunum. Þetta er bara akkurat eins og við tölum. Má upprifjum hvað karbapenemassar eru, eins og nafnið gefur til kynna. Þetta eru ensím sem brjóta niður karbapenemsýklalyf sem eru okkar í raun öflugustu og bestu sýklalyf, meropenem, ertapenem og fleira. Og það eru margar, þetta er mjög flókin hópur af ensímum, en í raun er þetta bara það má segja jafnvel bara 3 þarna sem að skipta mestu máli, KPC, OXA48 og NDM og VIM er skipt í. Það skiptir langmestu máli ef þau eru á plasmíði. Þau getur bæði verið á litningabundin eða á plasmíði og plasmíðin er það sem skipta máli. Og yfirleitt fylgir nefnilega ónæmi gegn mjög mörgum öðrum sýklalyfjum. Þannig að þetta er helst í hendur. Og það sem við höfum mestar áhyggjur af með karbapenemassana eru enterobacterales tegundirnar, sem eru þessar E. coli, Klebsiella, þarmabakteríur sem valda alvarlegum sýkingum og eru þær bakteríur sem einna helst geta í raun bara hreinlega drepið heilbrigðar manneskjur ef þau fá sýkingar með þeim. Og er meira en þriðjungur allra blóðsýkinga sem við sjáum. Það er bara örstugt að fara yfir KPC flokkurinn að hann er með
Og allir þessi karbapenmassir eru í raun búin að dreifast allan heiminn. En KBC hefur svona bækistöðurnar sinni í Norður-Ameríku, aðalega Bandaríkjunum, og síðan í Evrópu, í Grikklandi og í Ítalíu. NDM á heima eða uppruna á Indlandsskaga og hefur raun dreifst allan heim þaðan. Og Oxa 48 sömuleiðis komið í raun allan heim en á svona uppruna sinn mögulega í Tyrklandi og Norður-Afríku. Líka á Indlandi. Og ástandið í Evrópu að það eru fá lönd eftir í raun sem eru sem sagt, ekki endemísk eða semi-endemísk. Það er að segja að það eru bara regluleg innanlandssmit, hvort sem í faraldurum eða öðru. En Ísland í raun var hérna eina landi sem var dökkgrænt 2014 þar til við fundum okkar fyrsta tilfelli. En það í raun bara nokkur lönd eftir sem að geta talið sig vera svona nokkur laus við þetta. Og ástæðan fyrir að við erum að reyna að forðast að fá og sjá þessa bakteríu tilfelli sem þetta. Þannig að þetta nýlegt tilfelli þar sem að kona hafði lent á gjörgæslu í Búdapest og kemur tilbaka með þessa bakteríu sem í raun alónæm. Það var eina lyfi sem sést ekki þarna sem var á mörkum þess að vera nægt var kólistin. Annars var í raun engin meðhöndlar sýklalyf sem að virka. Og þannig eru aukalyfin eins og sem að venjulega virka á karbapenmassa eins og ceftazidin, avibactam og meropenemab og fleira. Og ástæðan fyrir því að karbapenmlyfin skipta svo miklu máli meðal annars þetta ESBL á Íslandi. Hér getum við séð hvernig blóðsýkingar með ESBL myndandi E. coli hafa þróast núna undanförnum árum. Og fyrir 10 árum síðan þá þótti það nú bara frekar sjaldgæft og óvenjulegt að sjá ESBL myndandi E. coli í blóðsýkingu, að valda blóðsýkingu. En síðan hefur þetta í raun verið stöðugt að aukast og það má segja að þetta sé bara komið til að vera. Og núna þurfum við í raun alltaf að hafa í huga möguleikann á ESBL þegar við erum að velja empirísk sýklalyf í sepsis. Þannig bara ástandið. 1 af hverjum 10 rúmlega af E. coli blóðsýkingum ESBL-myndandi og þar af leiðandi virkar ceftriaxone ekki. Og þar koma karbapenmlyfin sterk inn af því að þau í raun bestu lyfin að meðhöndla alvarlega slíkar sýkingar. Og við sáum þessa glæru áðan, þetta bara sýnir í raun bara þessa stöðu og aukningu á BBL og aðalega ESBL. Við fengum hérna smá reset þarna þegar COVID var. Áhugavert að sjá hvað áhrifin eru mikil og sennilega gefur til kynna að hlutverk í raun utanlandsferða í þessari þróun. Það kannski það sem að helst breyttist í COVID, að fólk hætti að ferðast. En epidemiológin og svona saga karbapenmassa myndandi enterobakteríaris á Íslandi að fyrstu árin, við greinum þetta fyrst 2015, að það var í raun regla, þetta voru sjúklingar sem að höfðu greinst eftir að hafa lent á spítala erlendis. Þar til 2019, þá greinum við í ungri konu óvænt í þvagi E. coli með Oxa 48. Og hún hafði nýlega verið bara í venjulegu fríi í Egyptalandi og ekki lent á neinu spítala. Og þetta heldur áfram næstu árin, það á stangli. Egyptaland á 3 tilfelli, Tenerife 2 eða 3, eitt var á Indlandsskaga, NDM. En við fórum að sjá þessi tilfelli. Og síðan gerist það 2022 í september að við greinum í fyrsta sinn karbapenmassa með NDM sem að við höfðum í raun enga skýringu á. Þetta var innanlandstilfelli að ekkert ferðast í langan tíma og við vissum í raun ekkert hvað var að valda þessu. Síðan reynda skipt þessu, 2 önnur tilfelli slík, innanlandssmitt og það sem að gerast núna á þessu síðan ári að það eiginlega orðið undantekning að sjúklingur hefur verið á spítala erlendis. Þannig að þetta í raun fólk sem hefur bara eingöngu verið í ferðalagi, ekki lent á spítala eða þá innanlandssmitt sem við í raun höfum ekki endilega skýringu á. Og
Og það líka þetta, þessi áberandi breyting hvað oxa orðið algengt. Það eiginlega búið að taka yfir, þetta nánast allir karlar undanfarin ár hafa verið oxa 48. Og þetta í raun bara svona endurspeglun á því sem að gerðist fyrir 10 ára síðan. Við erum alltaf svona 10 ár eftir á svona öðrum löndum, hvort sem eru svona í vídeoleigur eða annað, sko. En þarna fyrir 10 ára síðan að þá sér maður í nágrannlega löndum að frá því að þeir fyrst þannig að greina 10 árum áður að þá byrja að vera þessi innanlandssmit sem að við erum byrjuð að sjá núna. Síðan fæ ég símtal í byrjun febrúar 23 og það er hann Óli Guðlaug sem hringir í mig og spyr þennan hvort að við höfum ekkert tímann greint Enterobacter hormeicei hérlendis með NDM krabbameinsmassann og af því að hann var að fá tilkynningum dularfullan faraldur sem var að gerast í Danmörku. Og það kviknar í mér þarna og það vill svo til að það akkurat eina útskýrða tilfellið frá september 22 sem hefur greinst hérlendis. Og það sem að þessi faraldur reynast vera, hér frétt bara í sem í raun á sama tíma eða daginn eftir, að það sýklalyfjahylki, dísilin með díklóxacillin sem voru menguð af Enterobacter hormeicei sem myndar karbapenumassa. Og hér pressan með íslenska þýðingu á þessari nákvæmlega sömu grein. Og það þetta tilfelli sem frá september 2022 og af því að þetta eru nokkrir mánuðir síðan þá höfðum við verið, ég raðgreina alla karbapenumassa sem við greinum og þarna vissum við að þetta var ST79 og NDM 5 afbrigði sem svona undirafbrigði af NDM. Og ég sendi tölvupóst á hann Ulrik sem ég kannast við og hann staðfestir að þeirra Enterobacter akkurat ST79 og NDM5 reyndar oxa líka þarna í þessum Enterobacter hormeicei sem greindist frá hylkjunum en þessi oxa virðist svona detta auðveldlega út og datt úr bakteríinu í mörgum tilfellum. Og við það að skoða okkar tilfelli þá kemur í ljós að hann hafði með tekið Staclox sem díklóxacillin, júlí 22 sem svona einhverju mánuðir á undan að hann greinist með þennan Enterobacter hormeicei ST79 í flægi óvænt. Þá var það skoðað og það kemur í ljós að dísilin sem í Danmörku og Staclox hér á Íslandi, að þetta eru í raun sömu hylkin en bara í mismunandi umbúðum. Og þau eru framleidd í sömu verksmiðju og á sömu framleiðslulínu. Og þetta var til þess að við gátum í raun strax bara það var Lyfjastofnunin stöðvaði sölu á Staclox og strax í kjölfarið var innköllun á lyfinu. Og þetta náttúrulega kom í fréttirnar og eiginlega bara það var svolítið vonbrigði hvað það var í raun lítið fjallað þetta. Það var svona frekar svona stuttar og greinarnar fóru fljótt niður sko. En eitt var komur óvart að DFF var eiginlega bara yfirleitt með bestu greinarnar og nákvæmustu lýsinguna, maður býst nú ekki endilega við því. Og hér til dæmis DFF 1 RÚV 0 af því að RÚV tala nú veiri. Á meðan, hélt sig við bakteríu. Og ef við skoðum aðeins nánar þennan faraldur að það birtist þarna hjá í raun svona rapid communication í Eurosurveillance hann bara fljótlega á meðan hann var í gangi og þarna hafði þessi Enterobacter hormeicei ST79 sem bæði með NDM og oxa 48 ræktast frá þessum dísilin og líka Staclox hylkjunum. Það bil 80.000 Danir fengu dísilin frá menguðum lótum. Og þegar var gerð heildarsamantekt og þá fundust samtals 38 tilfelli
sem sagt, í Danmörku. Tæplega helmingur þeirra var með Enterobacter hormeyiaceae með annarkvort bara NDM eða bæði NDM og OXA. En rúmlega helmingur var með aðra tegund af bakteríu og þá oftast E. coli eða Klebsiella tegund sem var þá með annarkvort NDM og eða OXA 48 plasmíði. Þannig að það var í raun með plasmíði sem var í þessum hylkjum sem hafði síðan flust yfir í aðra bakteríu. Svo var spurning hversu margir á Íslandi tóku menga Staphylococcus og það ber svolítið eftir í hvað maður fer langt aftur í tíman og í raun hvað þessi faraldur langur. Staðreyndir byrjuðu í raun að miða við september 2022 en síðan þegar okkar tilfelli kom sem að greinist í september en hann tók lyfið í júlí og þá þurftu þeir aðeins að endurskoða tímarammann og þeir fundu sem sagt í raun að það voru þarna 2 tilfelli frá 2020 sjúklingar sem að tóku Staphylococcus og voru með nákvæmlega sömu bakteríuna sem að gera það verkum að þessi faraldur hefur sennilega verið að malla síðan að minnstu kosti 2020. Og hér glæra sem ég fekk að láni frá Henrik Hassmann í SSI og þetta sýnir í raun svona þarna vantar reyndar sem sagt 4 tilfelli sem fundust held ég eftir apríl 23, það voru 38 í allt. En þetta tímalínan og dökkbláir eru sem sagt þeir sem greinast með Enterobacter hormeyiaceae og ljósbláir meir en helmingur greinast með aðra bakteríu með plasmíðið frá þessari bakteríu. Og þarna sem að hvenær dísilin var tekið að markaði og það í raun held ég bara daginn áður en að það var gert hjá okkur. Þannig að við brugðumst í raun held ég ansi fljótt við þannig. Hér svo nánari greining, önnur glæra sem ég fekk að láni frá þeim og sýnir í raun bara hvað svona plasmíð faraldrar geta verið flóknir. Að hér sem sagt, ef við skoðum á vinstri hönd Enterobacter hormeyiaceae, það eru held ég 15 tilfelli, 16 þá með okkar. En hér öll þessi tilfelli það sem aragrúfa af tegundum sem með mismunandi tegundir og kombinasjónir af þessum plasmíðum. Og það bara ekkert auðvelt í raun að finna og greina það og þeir hafa gert held ég ansi vel í raun að finna öll þessi tilfelli og ég held að það megi handa því. Hérna sjáum við bara aðra mynd hversu sko flókin í raun þessi faraldur var og það hefði verið mjög auðvelt að greina ekki þessi tilfelli. Það hefði verið mjög auðvelt að gera það ekki. Og þá sem sagt þetta með sko það sem ég kalla hér bakteríustofna eða klónal faraldur sem þetta á vinstri hönd og þá sem sagt þegar það bara ákveðin sem sagt klóna bakteríu sem veldur faraldri, það virkir auðvelt að finna þann faraldur. Þetta ein baktería og við finnum það auðveldlega hjá okkur á rannsóknarstofunni. Auðvelt að taka eftir eins og sagt og raðgreiningin til að sko bera saman miklu auðveldari. Síðan á hægri hönd erum við að horfa á svona plasmíð faraldur sem eru miklu erfiðar og það sem gerist hér að sko og það sem hefur verið að gerast í þessum faraldri að sjúklingar taki inn Staphylococcus eða dísilin fá í sig þessa Enterobacter hormeyiaceae. Hún náttúrulega miklu sko ekki eins líkleg til að valda þvagfærasýkingu til dæmis sem að sýkingin síðan birtist í. En það sem gerist í líkama sjúklingsins að plasmíða hoppa þá yfir í E. coli sem þá miklu líklegri til að birtast sem síðan þvagfærasýkingavaldur. Og það sem vandamál með plasmíðin það miklu erfiðara að í raun fá þessa raðgreiningu til þess að geta séð hvaða plasmíð nákvæmlega þetta og bera saman. Það sem við gerum þarna síðan ákveðum að gera að bæta við í okkar skimun fyrir BB11 innlögn á spítala sem áhættu þáttur fyrir að vera með karbapennemassa það að hafa tekið Staphylococcus. Því miður að það gerðist ekki alveg strax, þetta var flókið í framkvæmd og það tók nokkra mánuði þannig að við mistum þarna kannski af glugga til að greina mögulega fleiri tilfelli. En með þessari skimun þá greinum við þarna eitt tilfelli þar sem E. coli með þarna faraldursplasmíðið af OXA 48.
sjúklingi sem hafði tekið Staclox. Og bara til gamans þá tók ég saman sem sagt Staclox-skimunina. Það var svolítið áhugavert að bera saman að sko, hún var í raun, að því við náttúrulega finnum líka ESBL og APSI og allar þessar bakteríur, að hún var í raun jafn árangursrík og þessi hefðbundna BBL-skimun sem að segir okkar að kannski bara í raun sýklalyfja notkun. Eitt og sér getur verið getið á það sem áhættu þátt fyrir að vera með þessar bakteríur. En það eru þarna 2 tilfelli af sem sagt karpa sem að gera Staclox-skimuninni. Annað þetta tilfelli hérna. Hitt var tilfelli sem að leit út fyrir að vera tengt Staclox. Og það var sem sagt E. coli, OXA48 með sem sagt sem reyndist vera ST131. En við skoðun hjá SSI þá reyndist þetta ekki vera faraldursplasmídið. En það sem svo skrítið að þetta sem sagt E. coli sem í raun alveg eins og 5 tilfelli sem að hafa greinst í 4 mismunandi héruðum í Danmörku á árunum undan 2021-2022. Og þetta í sjúklingi sem hefur ekkert ferðast utan Íslands. Þannig að það spurning hvað þetta? Er þetta eitthvað matvæli? Er þetta lyf? Mögulega að taka 2 af einhverju öðru lyfi sem mengað? Þetta vitum við ekki. Ég skoðaði lyfjalista sjúklingsins og það náði bara nokkra blaðsíður niður skjáinn sko. Þannig að það var ekki hægt að komast neitt held ég langt með það að vita sko hvort það sé eitthvað svipað lyf og hinir sjúklingarnir hafa tekið. En við ætluðum að gera það. Þannig að þá þetta með matvæli, ég hef minnst á þetta áður en karbapenemasar hafa reglulega greinst í matvælum og alls konar rapportum það og það má segja að ísjakamyndin alltaf mjög algeng í þessum svona ónæmu bakteríum en sko það sem að fer í ritrýnda vísindagrein að það ábyggilega bara toppurinn á vísjakunum af því sem í raunveruleikanum. Og hér til dæmis nýleg yfirlitsgrein sem sýnir vinstri hönd í sjávarfang og hægra megin í landdýrum þá karbapenemassa sem hafa greinst og hefur verið rapporterað í ritrýndu greinum. Þannig að þetta ekkert smá og gefur til kynna að það bara algengara við höldum. Svo má ekki gleyma því að lyf sem við tökum munn sem eru framleidd hjá lyfjafyrirtækjum að þau eru ekki steril. Og hér eru leiðbeiningar frá sem sagt FDA, hvað að taka þessar glæru áður á meðan FDA ennþá til. En að lýsa þeir í raun svona leiðbeiningunum hvernig að fara því að hafa ákveðið hreinlæti við þessi lyf. Því það eru fullt af dæmum af faraldrinum þar sem að lyf hafa í raun smitast eða mengast af bakteríum og hafa valdið misstóra bara sambærilegt við vorum að sjá þarna. Og hér bara mjög nýleg grein sem að það var alltaf dálítið leyndamál sko hvaða fyrirtæki hafði verið í raun að framleiða þessi menguð hylki, díklórósylin. Og það búið að uppvísa það í nýlegri frétt frá MedWatch. Þá fer maður að hugsa sko hvað með öll þessi sko fyrir utan bara svona hefðbundin lyf, hvað með öll bæti, jurta, heilsulyfin sem eru í öllum þessum apótekum og búðum og hvernig eftirlit með framleiðslu á því og slíkt sko þannig að það alveg annar ísjaki til að hugsa um. Og bara sem svona dæmi að það sem að því við náttúrulega reyndum að rækta sjálf Staclox-hylkin hjá okkur og það var svolítið áhugavert að við fundum svona nokkrar óvenjulegar umhverfisbakteríur mjög mikið í raun öllum hylkjunum og svona, þú veist, bakteríur sem við telja í raun meinlausar þannig séð en svona. Og þegar maður skoðaði rapportið frá lyfjafyrirtækinu þegar það var ræktað, þá voru þetta sömu bakteríurnar og höfðu ræktast í framleiðslueiningunum sem við vorum að finna þarna. Fundum ekki hjá okkur en það fannst þessi Enterobacter holmeidsei samt í þeirra ræktunum. Þannig að það var smá samantekt, þannig að faraldsfræðin af krabbameinsveiði á Íslandi að breytast. Þetta ekki lengur eingöngu sjúkrahús tengt og við erum að sjá miklu meira af OXA48 og samfélagssmiti. Flestir sem að greinast núna á þessu ári hafa ekki verið á spítala og annaðhvort innanlands eða eingöngu verið í ferðalagi erlendis. Plasmíðfaraldra, þeir eru mjög erfiðir viðuregnar og sennilega miklu algengar en við gerum okkur grein fyrir því það erfitt að greina það. Svo bara að lokum rétt að minnast á hlutverk PPI magasýruhemjandi lyfja.
Sko magasýran er sennilega mjög mikilvæg og vanmetin vörn þegar við innbyrðum annars vegar meinvaldandi og hins vegar ónæmar bakteríur og ég hef búin að skoða sem sagt frá 2021 að þá voru 62% af þeim sem að greinast með karbapenamassa voru á PPE-lyfi og allir þrír sem að tengdust bakflóksmálinu voru líka á PPE-lyfi. Og við vitum það að það eru sterk tengsl milli þess að vera á slíkum lyfjum og að vera greinast með sýklalyfjaónæmi og síðan er grein sem að Anna Margrét og Karl koma sem að sýnir í raun það sama að líkurnar á því að vera með ónæma eða ESBL í raun í þvagfærasýkingu töluvert meiri hjá þeim sem að taka PPE-lyfin. Og hér smá auglýsing sem ég sá í gær á Vísi. Þannig að ég held að sé alveg ljóst að þessi lyf eru tekin meira heldur en þörf á og kannski tækifæri til þess að skoða það hvort við getum hjálpað til við að minnka það. Þú komið. Já, það var að hafa smá hlén ef einhver með spurningu fyrir Kristján Árna. Já. Og ég kom meina því að ég náttúrulega notum mjög mikið af lyfjum á Íslandi og PPE er eitt af þeim. Við skerum okkur úr öðrum löndum, en við skerum okkur líka úr í sýklalyfjanotkun. Ég velti bara fyrir mig þetta fólk sem er erlendis. Þetta hefur að því við ávísum mikið af þessum lyfjum við þvagfærasýkingum og fólk tekur í nesti með sér til útlandur og framvegis. Vitum við eitthvað það hvort þetta fólk bara taka sýklalyf við blöðrubólgu þegar það var á ferðalaginu? Sko, ég hef reynt, það erfiðar að sjá það almennilega en það svona eitt sem væri áhugavert að skoða. Ég hef ekki gert almennilega. Já, heyrðu, þá ætlum við að byrja aftur og það voru sem sagt smá breytinga á dagskránni. Þakka Huldu fyrir að vera snýri snúndum að vera við fyrir bón. Og ég ætla líka að taka fram að ég þarf að fara eftir Gerði Más, það fundið í ráðuneyti og það verkfalli í næstu viku hugsanlega. En nú ætla Már Kristjánsson, framkvæmdastjóri, ráða lyflækninga og endurhæfingu þjónustu að tala sýklalyfjagæslu á Landspítalanum. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir og þetta er gaman að fá að vera hérna með ykkur og ég ætla í rauninni að tala ekki sýkla sem er alltaf miklu meira interessant eins og erindi hjá Kristjáni Orra hérna áðan og erðir og svona en hins vegar ætla ég aðeins tala þessu sýklalyfjagæslu á Landspítalanum og þetta er í rauninni ekki fyrsta sinn sem við erum að fara af stað með það. Viðfangsefni. Þetta er náttúrulega búið að vera þekkt viðfangsefni í háherrans tíð að tilhlýðileg notkun sýklalyfja eins góð og þau nú eru að þá er hún mjög mikilvæg og mjög mikilvægt að hafa reglur á þessu. Það hefur verið alltaf lengi þannig að fólk lítur á sýklalyf bara sem eiginlega varla nokkuð lyf. Það skiptir ekki nokkur máli á þessu og við höfum oft lent í því hér í spítalarekstrinum að fólk dagar upp á sýklalyfjum sem að er vonandi miðin tíð. En það kom út þetta verkefni sem að undir forystu Þóróls og fleiri góðra aðila aðgerðaráætlunina og hér hefur verið reifuð og það voru nokkuð verkefni sem fjalluðu Landspítalanum í skaut og eitt er það að setja á laggirnar að stuðla minni og skynseminnotkun sýklalyfja hjá mönnum og sem sagt geðaþróun og leiðbeininga og þetta er í rauninni sem sagt sýklalyfjagæslan og þetta er ekki bara verkefni sem er innan Landspítalanum heldur er það á sjúkrahúsunum að auki og þarna hafa menn sett sér mælikvarða og viðmið og þetta á bara að byrja núna strax í janúar og þessu á að vera lokið 29, það er sko. Og það er náttúrulega þarf að fá valinkunnugt lið í hópinn og við höfum sett á stað verkefnahóp þar sem að Hulda Guðmundsdóttir verkefnastjóri stýrir fyrir hönd verkefnastofu en hún á nú eiginlega heiðurinn af þessum slæðum en þarna eru sem sagt margir sem að koma að, það eru sem sagt tæknifólk, það eru lyfjafræðingar og það eru sérfræðingar á sem
sem sagt bæði í smitsjúkdómum barna og í sýkla- og veirufræði. Og þannig að það er valinn maður í hverju rúmi hérna og hérna hann hefur komið saman þessi hópur og er að sem sagt, setja niður fyrir sig svona þessi verkefni og hér eru þessi verkefna svona stóðir. Það er að eiginlega, og það er nú ekki þannig að það sé engin sýklalyfjagæsla hér á spítalanum, hún hefur verið rekin og dálítið á barnaspítalanum, kemur aðeins að því eftir. Við höfum náttúrulega fórum á stað hérna fyrir ekkert mjög mörgum árum, ég man ekki nákvæmlega hvenær það var, sem þetta microgætið í lofti sem er í rauninni svona, já, það má eiginlega segja að það sé svona andlag sýklalyfjagæslu en alltaf hefur þetta svona fallið svolítið á tækningu og matvælum. En við ætlum að gera hérna áætlun helstu verkefni heimisins og með hvaða hætti sem sagt stærri sjúkrahús ættu að taka þátt í verkefninu, finna tengiliði þar. Það þarf að útfæra þetta með þátttöku sjúkrahúsunum, skilgreina hvaða leiðbeiningar eru þörf, hvernig því verður komið á framfæri og greina síðan hvaða upplýsingatækni þróun þarf að ráðast í til þess að auðvelda þetta og eftirfylgd. Þetta hefur í rauninni alltaf fallið á mannskap. Það er alltaf verið að gera meira og meira kröfur til starfsmannanna og það er í sífellt fleiri horn að líta og þannig að við höfum ekki haft nægilega góða tækni stuðning við þetta. Nú síðan eru fleiri verkefni sem að svona eftir sem að þessu er vindur fram og við höfum verið að hópurinn er komið saman og er að vinna í þessu og er búin að gera verkefni áætlun og sem sagt síðan er þetta svona bara nokkuð heildsteypt bara svona verkefnahópsvinna. Það eru margar áskoranir og hérna þær hafa verið í gegnum tíðina verða áfram og þetta verður svona stöðugt viðfangsefni. Það er svona, ég þarf ekki að segja að dýrmætasta eign okkar fyrir utan tímann er náttúrulega bara mannskapurinn sem er að vinna. Svo er þarna svona minniháttar atriði eins og fjármögnun og yfirlit og úrvinnslu möguleika, fræðslan, vísindavakningin sem við erum að gera hérna í dag og gerum árlega og við þurfum að koma þessu ferli inn í menninguna. Þetta og það þarf að vera bara þannig að sýklalyf eru ofboðslega mikilvæg og við þurfum að fara vel með þetta, bara eins og gersemi. Og til þess að virkja þetta á spítalanum að þá þarf aftur, ég held að það skiptir verulega miklu máli að við fáum tæknilausnir sem geti gert okkur upplýsingarnar aðgengilegar eiginlega í rauntíma. Það er það sem skiptir mjög miklu máli, þannig að við getum hámarka nýtingu á mannafla, formi áreiðanlegra gagna og það að vera í háskóla sjúkrahúsi er í rauninni, það er stöðug fræðsla sýklalyf. Það er verið að tala þetta við fólk hverjum einasta degi, en það er líka mjög mikið aðgengilegum gögnum. Við erum með microguide, við erum með up-to-date, við erum með alls konar upplýsingarlindir sem að hérna er mikilvægt, en við þurfum að hafa reglubundið gæðaeftirlit og við þurfum líka að hafa þennan svona governance verkefnisins. Það er að segja við þurfum forystan þarf að vera algjörlega á bak við þetta. Það er að segja forysta stofnunarinnar, forstjóri, framkvæmdastjórn, allir leiðtogar spítalans, þeir þurfa að vera á bak við svona verkefni. Og þetta er bara það sem við erum að vinna að. Og sýklalyfjagæsla er sem sagt stundum notað ranglega eins og það er talað þetta sem bara, það er í rauninni bara verið að horfa á sýklalyfjaleiðbeiningarnar, en þetta er miklu meira. Þetta eru leiðbeiningar almennt séð aðgengilegar, það er líka sýklalyfjaskráin eins og komið inn á hérna áður, gæðastöð og verklagsreglur varðandi ávísun og notkun. Þetta þarf að vera aðgengilegt. Það þarf að vera verklag endurskoðun sýklalyfjaávísana og íhlutanir, sýklalyfjaráðgjöfina, blöndun þeirra og eftirlit og vöktun með notkuninni. Og þetta er sem sagt í rauninni verður þá andlag fyrir bæði menntun og vísindarannsóknir eins og hérna
dæmin sanna. Og við sjáum það fyrir okkur að það verði sett á laggirnar einhvers konar sýklalyfjagæslu teymi sem gæti verið nefnd eða ráð sem verði þá stefnumarkandi. Það gæti setið til dæmis hugsanlega innan skrifstofu forstjóra, það gæti verið innan lyfjanefnda, þá ætti að finna því en á einhverjum svona þungavíktarstað í stjórnkerfinu. Tækniverkefnin sem að leiða til aukinnar sjálfvirkni á þeim þáttum sýklalyfjagæslu sem að skiptir máli að koma því á laggirnar þar sem að því verður við komið og síðan þurfum við að samþætta kerfi annars vegar innan Landspítala og þegar að framleiða stundir á milli Landspítala og þeirra spítala eða stofnana heilbrigðiskerfisins sem eru þáttakendur í sýklalyfjagæslunni heildstætt. Nú, þarna þarf að vera í rauninni mælaborð sem eða það vantar það, en það þarf að vera þarna til þess að skoða þróun sýklalyfjanæmis baktería, notkun sem sagt sýklalyfja í rauntíma og við þurfum að hafa lyfjaskrár sem að byggir á samheitum en ekki sérlyfjum. Það er mjög flókið að flytja þetta á sérlyfjaskrá vegna þess að það fer þá bara eftir markaðsöflum skiljiði, en við sem erum akademikarar og erum að nota þessi lyf, erum bara að venja okkur á samheitalyfin og jafnvel þó að það geti skipt máli eins og orðið kom inn á fyrstu máli að vita hvaða sérlyf ef það er einhverju framleiðslugallar þá er þetta samt það sem við viljum leggja áherslu á til lengri tíma. Nú það þarf að sem sagt hafandi fengið einhvers konar samræmdu verkpól og þá þarf að setja á laggirnar tilraunaverkefni sem að til þess að sannreyna notagildi þeirra og meta árangurinn. Það er einn þáttur sem að sýklalyfjagæsla, hún getur ekki setið hjá einhverjum fræðimönnum hvort sem þeir eru á Barónsstíg eða inn í Fossvogi, heldur við þurfum í rauninni að koma því inn til þeirra sem er að nota sýklalyfin, að þau beri ábyrgðina. Það er ákveðið verklag sem þarf að vera við ávísun sýklalyfja, þú getur byrjað breytt, þú þarft að þrengja þig niður, þarft að rækta, þarft að fylgja eftir og fylgja eftir skal ég segja ykkur næmisprófum og öðru slíku. Þannig að það eru svona do's and don'ts í þessu. Það er eins og ég sagði, við höfum verið eða sýklalyfjagæsla hefur verið virkust á Barnaspítalanum. Hún hefur verið virk eiginlega síðan 2017. Það er sérfræðingur í smitsjúkdómum barna, klínískur lyfjafræðingur sem vinna þar saman frá 2019 og þau eru með svona nokkuð konar handshake sýklalyfjaráðgjöf tvisvar í viku og fara þá yfir allar sýklalyfjaávísanir á Barnaspítalanum. Á Barnaspítalanum, þá til barnadeildar, vökudeildar og gjörgæslu. Og þetta er sem sagt skráð sem nóta bara í sögu undir ákveðnu samskiptaformi. Þetta er náttúrulega eins og við höfum alltaf í fullorðinsdeildinni reynt að fara af stað. Fyrsta árið, ég man ekki, 1997, 8, 9, eitthvað svoleiðis, síðan seinna. Og það hefur alltaf fallið vegna þess að þetta er svo umfangsmikið og upplýsingarnar eru svo þunglamalegar að afla þessara gagna. Þessna hefur þetta alltaf fallið bara með auknum verkefnum fólks. En þeim hefur lánast að halda þessu áfram. Þau eru með leiðbeiningar, bæði í formi gæðaskjala, í microguide og sem sagt, þeim hefur líka lánast að fólk er að nota þetta í daglegu lífi þarna, daglegum störfum. Og ég hef svo sem farið yfir þetta, en þarna hefur komið út úr þessu sem sagt sýklalyfjaráðgjöf sem að tekur þetta vel 10 til 15 klukkustundir á viku. Gæslan sjálf,
hún að taka einhvern 24 klukkstundir á viku, en svo mjög mikil óformleg ráðgjöf og símtölu á utan dagvinnutíma. En þarna verður þetta óskýr mörk á milli formlegra ráðgjafa smitsjúkdómalæknis og síðan stjórnship eða sýklalyfjagæslu, sem við köllum það. Þannig að þetta þarf í rauninni að held ég eins og ég sé þetta svona frá sjónarhóli stofnunarinnar og heilbrigðiskerfisins í heild sinni. Það þarf að verða, við þurfum að definera nákvæmlega hvaða gagna þarf að afla sem að gefa okkur virði, þar að segja þannig að við getum fengið einhver gögn sem að það skiptir okkur máli að nota tiltölulega lítinn tíma til þess að fá mikil áhrif. Það það sem við þurfum að gera kerfislega. Vegna þess að smitsjúkdómalæknar, þeir eldast og þeim bara fækkar, verkefnum fjölgar, sumir eru með sér hættir að vinna og þannig að það bara, tíminn bara þannig að hann okkur óhagfelldur hvað þetta varðar. Þess vegna þurfum við núna að gera almennilega gangskör á því að tæknin styðji við okkur í þeim störfum sem við ætlum að ná árangri í. Hér einmitt bara dæmi tvær afurðir vísindavinnu þeirra sem á Barnaspítala Hringsins, þar sem að þau hafa haft hafa birt bæði greinar og námsverkefni og annað slíkt. Þannig að ég ætlaði svo sem ekkert að hafa þetta fleira en ég að vonast til þess að með þessum nýju með þessari aðgerðaráætlun sem að Þórólfur og félagar voru með í byrjun þessa árs og því svona það fjármagn sem að kemur inn í kerfið, að þá mun okkur auðnast einhvern veginn að koma þessu svona varanlega á koppinn. Takk fyrir. Takk mál, bara spurningar, aðeins Ólafur. Kann ich bara vinna á það, þú nefndir sætafræði. Já. Það ekki til lengur, þetta vísindum flutt yfir í fyrirbæri sem heitir ELOAS. Það gerðist bara svona fyrir hlutum. Thanks a lot. Nei, það bara mjög mikilvægt, en þetta í rauninni bara, það var ágætis vinna sem að þeir Kristján Orri og Birgir sem voru eiginlega svona aðalmennirnir í ákveðnum tíma, gríðarlega góð vinna og var í rauninni mikið nýtt. Svo líka í heilsugæslan, því ég sé að Jón Steinar félaginu að þeir hafa verið með stramaleiðbeiningar í langan tíma í heilsugæslunni sem eru alveg til fyrirmyndar. Þannig að það mjög margt verið að gera í heilbrigðiskerfinu og en við þurfum einhvern veginn af því að það verða alltaf til meira og meiri upplýsingar með það, ég veit ekki hvað það mörg, það eru þúsundir sýklalyfja skammta ávísað bara hverjum degi. Þannig að þetta verður til svo óheyrilegt margt af gögnum og það svo mikilvægt að hafa einhverja leið að ná í þessi gögn, yfirlit sýklalyfja neyslu eins einstaklings dálítið aftur í tímann. Það getur haft forsportgildi eða hvað maður velur. Vitnestu bara það mikróbíóm sem að viðkomandi hefur í sér, það vísu getið flestar svona frávik í ónæmi í stjörnunni, í sögunni, en það, ég held það sé ekki alveg einhlítt, þannig að það væri gott að geta náð í upplýsingar ræktanir og ræktunarsvör einstaklinga á mjög hraðvirkan hátt. Það að ýmsu að hyggja í þessu sambandi. Það bara nefna eitt mála, því að þú nefndir okkur í heilbrigðiskerfinu, ég og þessi þrír ágætu herramenn sem þannig við erum í samtali núna þetta markmið að samræma okkar leiðbeiningarramma og leiðbeiningar Microgæt sem heitir eitthvað þegar mann ekki núna, hvað heitir? Af því að þeir fást líka fullt af sýkingum í samfélaginu, á faramótum og svona, þannig að það verður brótur, mjög fljótlega. Samræmda. Flott, og það einmitt held ég eins og svona andi þessara aðgerðar verkefnis og það að reyna að hafa samræmda nálgun í þetta. Mjög gott, mér finnst kannski ég get líka alltaf lært frá öðrum og til að kannski spara mannafla og fjármagn ef við fáum það ekki
við aðgerðaáætluninni. En náttúrulega Norðurlöndin það staðið sig mjög vel eins og í sýklalyfjanotkun til dæmis og Hollendingar. Ég meina það er kannski hægt að líka bara einn flytja inn eitthvað sem aðrir eru búin að uppgötva sko. Algjörlega. Verka allir einslu sko. Að gera. Það var núna síðan þú kom út var í morgun sýklalyfjanotkuninni og ECDC. Ég skýrstu annar margir eftir því það eitthvað í sko. Þá er Norðurlöndin bara mjög framulega í þessu. Heyrðu, þá takk Már. Takk sömuleiðis. Ég ætla að fá að stinga, en ég ætla fyrst að fá að kynna næsta fyrirlesara sem er Hulda Harðardóttir. Hún er lyfjafræðingur og verkefnisstjóri í innkaupideild Landspítala. Og hún ætlar að fjalla aðgengi að sýklalyfjum sýklalyfjaskort. Afsakaði þér að hlaupa. Það fyrirlesturinn minn einhvers staðar hjá þér, eða? Bara áfram, já. Svona, já. Það er svo gleðin. Já, góðan daginn. Ég heiti Hulda Harðardóttir, lyfjafræðingur og með gráðu í heilsuhagfræði líka. Ég vinn sem verkefnisstjóri á innkaupideild. Ég var beðin að flytja fyrirlestur sýklalyfjaskort og aðgengi að sýklalyfjum. Og ég ætla bara að taka fram strax, ég er ekki mesti expertinn í sýklalyfjaskorti. En reyni að gera hér mitt besta. Eða lyfjaskorti öll heldur. En sko, hvað er lyfjaskortur? Lyfjastofnun heldur utan lyfjaskortin. Þannig að bara það sé sagt. Og skilgreinir lyfjaskort eftirfarandi að það er þegar markaðssett lyf tímabundið ófáanlegt í landinu. Og þá kannski spyrja margir sig, hvað er markaðssett lyf? Það er lyf sem er með markaðsleyfi og uppfyllir kröfur Lyfjastofnunar skilyrði markaðsleyfisins. Þessu íslenska þýðingar á fylgiseðlum og lyfjatextum, áletranir á pakningu séu í samræmi við lög og lyfið sé skráð í lyfjaverðskrá. Lyfjaskortur er ekki sér íslenskt fyrirbæri og hefur aukist svolítið undanfarin ár. En það skal getið, eins og við vitum öll, þá er sérstaða Íslands talsverð. Við erum alltaf mjög lítill markaður, lega landsins er sérstök. Við höfum verið með náttúruhamfarir undanfarin ár. Fjöldi lyfja á markaði er mun færri hér á landi heldur en í nágrannalöndunum. Það ríkir hér ákveðin fákeppni líka. Og svo er forgangsröðun birgja ekki, Ísland er ekki í fyrsta sæti þegar við tölum við erlenda birgja. Skortur og aðgengi á ákveðnu lyfi er ekki lyfjaskortur. Sem dæmi, þá getur lyf verið með markaðsleyfi í Noregi eða Danmörku, en það er ekki með markaðsleyfi á Íslandi. Og þá er það ekki lyfjaskortur, heldur bara skortur og aðgengi. Og svo getur lyf líka verið með markaðsleyfi en er ekki markaðssett. Þetta er bara svona hugtök sem ég veit ekki hvort að öllum sé ljóst, en ég ákvað að taka þetta. En Lyfjastofnun hefur umsjón með lyfjaskortinum eða birtir hvaða lyf er í skorti, sendir meðal annars skýrslu til heilbrigðisráðuneytisins af og til og svarar fjölmiðlum, veitir upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga. Og síðan aðeins á skortinum, þá ber markaðsleyfishöfum og heildsölum skyldu til að halda birgðir af lyfjum í landinu, en það er samt ekki skilgreint hvað mikið skuli vera til. Markaðsleyfishöfum og heildsölum ber að tilkynna lyfjaskort með að minnsta kosti 2 mánaða fyrirvara, en við vitum alveg að það á ekkert alltaf við og lyfjaskortur eru oft tilkynntur of seint og hann kemur upp reglulega og hefur verið að koma upp oftar. Það hefur borið á lyfjaskorti á lyfjum sem eru á neyðarlyfjalista Landspítala. Og hvað er neyðarlyfjalisti Landspítala? Það er listi sem hefur verið til í mörg ár og á honum er skipt út lyfjum, bara eins og með við þróun. En þessi neyðarlyfjalisti Landspítala, hann er ekki skilgreindur í lögum. Það er til dæmis nýlega kominn skortur á blóðfaktor, það er skortur núna á inneyslusvökvum og
Það er ekki mikill skortur á sýklalyfjum eins og sakir standa, allavega ekki sem að varðar sjúkrahúsið mikið. En eins og ég tók fram áðan, þá er getið í lyfjalögum að það eiga að vera nægar birgðir til af tilteknum nauðsynlegum lyfjum. Það er hins vegar ekki lagastoð fyrir ákveðnu magni nema það er til listi sem heitir vábirgðalisti sóttvarnalæknis. Hann er skilgreindur í reglugerð, var skilgreindur árið 2011 og er að margra áliti úreltur listi og sem þarf að fara að endurnýja. Og magn á þeim lyfjum sem eiga alltaf að vera til er of lítið. Og af því að við berum okkur saman við hin Norðurlöndin, þá eru til lagastoðir fyrir því að ákveðna lágmarksbirgðir eigi alltaf að vera til í landinu og í þeim löndum. Og sem sagt, Norðurlöndin fóru yfir sína lista í kjölfar COVID, juku við lyf á listanum og magn. Við veit að Norðmenn eru núna með 6 mánaða birgðir af ákveðnum neyðarlyfjum í landinu. Og við erum með hugsanlega 3 vikna birgðir til mánaða birgðir af ákveðnum lyfjum, en eigum að vera með 3 mánaða birgðir af vökum hér. En lyfjamarkaðurinn á Íslandi er mjög lítill og hann er ekki sá eftirsóknarverðasti að mati Birgja. Við erum með sérstæða landfræðilega stöðu og það tekur tíma að fá lyfjabirgðir til landsins. Öruggasta leið lyfjabirgða til landsins er sjóleiðin og það tekur það bil 2 til 3 vikur fá lyf frá því að fer frá Birgja í Danmörku, Noregi eða hvað sem er, þangað til að koma í vöruhús hér, ef það fer sjóleiðina. Og af hverju er öruggara að fara sjóleiðina? Það er vegna hitastigsfrávika. Það eru meiri hitastigsfrávik í flugi og lyf geta verið viðkvæm fyrir hitastigi. Það gildir viðamikið og flókið regluverk lyf og ég ætla ekkert að draga úr þarfa regluverksins, en ég velti upp hvort það væri hægt að milda túlkun á mörgum stöðum, meðal annars að auðvelda markaðsleyfishöfum innkoma á markað með því að viðurkenna skráningu frá Norðurlöndum hér hingað til lands. Og bara vek athygli á því að flest gömul sýklalyf eru landskráð og þar á leiðandi hafa þau ekki verið, eða svo sem markaðsleyfið er ekki gilt á Íslandi en kannski gilt á Norðurlöndum. Og síðan er gerða kröfur að það séu íslenskar álitanir á pakningum. En það hefur samt færst í vöxt að það sé veitt undanþága fyrir því sem ég fagna. Vegna þess að við erum jú bara lítið þorp hérna upp á klettinum, sko. Við erum 1,4% af mannfjölda á Norðurlöndunum og það er samt gerðar sömu kröfur að hafa íslensku á pakningum. Ég hef ekkert á móti íslenskunni öðru leyti. En ef maður skoðar hvaða lyf voru í sýklalyfjaskorti í síðustu viku, þá kemur í ljós að það algengustu sýklalyfin sem voru í skorti eru mixtúrur. En það kemur líka fram á vef Lyfjastofnunar að það er hægt að breyta lyfjaávísun í óskráð lyf í apóteki og þá er þetta óskráða lyf með markaðsleyfi einhvers staðar annars staðar heldur en hér á landi. Það er samt ekkert minni kröfur gerðar til þess lyfs. Við reynum alltaf að koma í veg fyrir lyfjaskort í daglegu starfi. Og hvernig getum við komið í veg fyrir lyfjaskort? Við getum samið lyfin í kjölfar opinbers innkaupaferlis og þá, til dæmis eins og í kjölfar útboða, þá semjum við öryggisbirgðir og það gengur betur að halda birgðir ef við erum með samninga við birgjana. Þátttaka í norrænum útboðum. Við höfum verið svo heppin að fá að vera með í 2 norrænum útboðum á gömlum lyfjum og þar í kjölfar þeirra þá voru fleiri lyf skráð og þá komum við líka í veg fyrir lyfjaskort.
þau lyf sem ekki hafa markaðsleyfi á Íslandi, eins og til dæmis bensínpenicillin, það er óskráð lyf, þá kaupum við inn mikið magn af birgðum. Við höfum til dæmis yfirleitt alltaf átt ársbirgðir af bensínpenicillinni af því það er ekki skráð og þá er ekki gerð krafa að séu birgðir. Við þurfum líka að vera í góðu sambandi við birgjana og tala við þá reglulega, eigið þið nóg. Það hefur hins vegar verið þannig undanfarið að sko birgðir hjá birgjum hafa ekki alltaf verið eins og það ætti að vera, þó að við semjum þá. Það er líka mjög gott að vera í sambandi við klíník, fagfólki í klíník. Ég meina kannski kemur upp einhver faraldur, það er aukin notkun, breytingar og meðferð og þá þurfum við að gera ráðstafanir. Ef að kannski aukning á einu lyfi annað hættir, þá þurfum við að láta vita. Og svo er líka gott að geta gripið í vábyrði sóttvarnalæknis þó að þær séu ekki neyðarlyfjalisti, heldur bara ætlaðar samkvæmt reglugerð að vera notaðir ef að sóttvarnar ástæður að liggja. En af hverju fara lyf eða sýklalyf í skort? Það er algengast að sýklalyf og mixtur og töfluformi fari í skort og það má líklega rekja til þess að það eru færri sem að framleiða þannig lyf. Sýklalyf gefin í æð á undanförnum árum hafa að mestu farið í skort vegna aukinna tímabundinnar notkunar. Svo vil ég bara taka það fram að birgðir á sjúkrahúsum eru takmarkaðar og ég myndi óska eftir því að Landspítalinn ætti meiri birgðir. Birgðir hjá birgja eru oft ekki nægilegar, það þyrfti líka skilgreina það. Það eru stundum framleiðsluvandræði hjá birgjum. Það var nú bara daginn að ein verksmiðja í Bandaríkjunum eyðilagðist í fellibyl og það olli skorti í Evrópu vegna þess að það þurfti að færa lyf yfir til Bandaríkjanna. Og eitt sem að vantar á þessa glæru er að það náttúrulega aukin eftirspurn núna af lyfjum í Evrópu eftir að stríðið hófst í Úkraínu. Eins og hefur komið fram þá eru sem sagt færri sýklalyf skráð hér á Íslandi miðað við önnur Norðurlönd. En okkur við höfum sem sagt fengið núna aukið aðgengi að gömlum sýklalyfjum í gegnum samnorrænu útboðin. Og sum þessara lyfja voru á undanþágu eða í ákeppni áður. Og af því að okkur er alltaf gert að hagræða, þá skemmdi ekki fyrir að þessi samningsverð á þessum lyfjum voru mun betri heldur en við höfum séð áður. Og markmið með þessum samnorrænu útboðum er að tryggja aðgengi að lyfjum sem hafa verið í skorti og líka reyna að fyrirbyggja skortinn. Ekki alltaf bara bregðast við þegar það er kominn skortur. Og svo skiptir náttúrulega máli að stærðarhagkvæmnin spilar stórt hlutverk í þessu samnorrænu útboðum af því að það er betra, birgjunum finnst betra að geta boðið á stærri markað. Og þar fáum við bara að fljóta með. Það verður framhald á þessum samnorrænu útboðum. Við erum að fara núna að vinna því að fá krabbameinslyf bjóða þau út saman af því það er á skorti þar líka. Og þessi útboð hafa vakið athygli innan Evrópu og innan Evrópusambandsins. Þar sem að markmiðið er líka að þjóðir vinna saman meira við útboð á lyfjum. Það er bara lærdómur eftir COVID. Og ég, sem sagt varðandi regluverki, þá er það ósk okkar að það sé hægt að milda aðeins skráningaferil á þessum landskráðu lyfjum hér á landi. En þetta eru lyfin sem að við fengum í gegnum norrænu útboðið fyrst árið 2021. Þetta er allt kunnuleg sýklalyf og þessi sem eru innan sviga eru náttúrulega bara ekki sýklalyf heldur annars konar gömul lyf. Og það er svona kannski svolítið athyglisvert þegar maður tekur þátt í svona samnorrænni vinnu er að notkunin er ekkert alltaf eins og það vakti svolítið athygli mína af því að ég var nú í þessu sýklalyfjagæslu hérna í gamla daga sem Már var að tala um að
til dæmis ceftriaxón, það verður ekki með árið 2024 vegna þess að það er mun minna notað í Danmörku og Noregi heldur en hér á landi. Og þá kannski má velta upp að kannski notkunin, hún kannski helgast af því framboði sem hefur verið hér á landi. En aðgengi almennt að sýklalyfjum og kannski að nýjum lyfjum, hún getur verið, það er bætt aðgengi með samvinnu, það er það sem ég vildi segja. Og til dæmis það er ýmis vinna í Evrópu að auka aðgengi að þessum gömlu góðu sýklalyfjum með samvinnuverkefni milli landa. Norræna ráðherranefndin vill líka efla norrænt samstarf til að bæta frekari aðgengi að sýklalyfjum og það hefur verið stofnaður hérna vinnuhópur nýlega. Og það verður líklega að byrja á því að vinna að auknu aðgengi að sýklalyfjum á mixtúruformi vegna þess að það lyfjaform er yfirleitt í skorti almennt á Norðurlöndum. Síðan er einnig verið að vinna að auka samvinnu á innkaup á berklalyfjum, bæði nýjum og gömlum. Þannig að út frá okkar sjónarhóli þá er samvinna með öðrum þjóðum lykillinn til að fá aðgengi að bæði nýjum og gömlum lyfjum. Og þá vil ég bara segja að fá að vera með í samvinnu af því að við erum ekkert alltaf efst á lista hjá hvorki Norðurlöndunum né kannski byrgjum af því að það eru svo lítill markaður. Við þekkjum söguna í COVID. Ég held að megi alveg fullyrða það að aðgengi að bóluefnum hefði ekki verið eins gott ef að Svíar hefði ekki samið fyrir okkur og eins með veirulyfin. Og nú er til dæmis vinna í gangi að fá aðgengi að tekóvíramati og sú vinna er einnig í samvinnu við Norðurlönd og það hefði verið algjörlega ómögulegt fyrir okkur að fá, við biðjum 10 skammta af tekóvíramati en lágmarksskammtarnir fyrir stóru löndin eru held í 1000 eða 1200 og það var ekkert hægt að fá minna. Þess vegna skiptir máli að fá að vera með öðrum. Þannig að ég ætla bara að taka þetta saman. Við þurfum að tryggja að við getum verið áfram í samvinnu til þess að fá aðgengi að lyfjunum. Og ég vil bara ítreka það að okkar áliti og ég held að margra annar áliti það þarf að auka lyfjabirgðir í landinu. Bæði hjá byrgjum, hjá sjúkrahúsum og koma upp critical medicine lista og skilgreina birgðirnar þannig að við getum verið sjálfbær. Það er náttúrulega allt öðruvísi ástand núna heldur en bara fyrir nokkrum árum í heiminum og það er aukin eftirspurn. Við verðum að geta átt nægar birgðir. Þannig að þetta var það sem ég vildi segja og bara endilega spyrja spurninga. Takk fyrir það kærlega fyrir bara mjög upplýsandi og fróðlegt erindi. Er einhverju hérna hjá Karl? Já, takk fyrir ég velti fyrir mér að hverju við erum ekki með meiri lyfjabirgðir hér í landi. Já. Sérstaklega með við landfræðilega stöðu og ef Norðmenn eru með 6 mánuði þá eitthvað vikur. Mér finnst þetta mjög sérstakt og hver eru þá hindranirnar í því að auka fyrir þetta? En þetta svona augljóst að það verður meiri. Þetta er náttúrulega, við eigum ekki, yfirvöld eiga að bera ábyrgð á þessu að okkar áliti, en það er náttúrulega kostar að halda birgðir og ég hef ekki svarið. Ég hef ýtt á þetta mörgu sinnum og ég hef unnið með sóttvarnalækni og haft umsjón með að rétt sérlyf sé á vábyrgðarlistanum, af því það náttúrulega skiptist kannski sérlyf kjölfar útboða og svoleiðis. En það, korter í COVID, það átti að fara endur skilgreinarlistan, síðan var því frestað. Það voru auknar birgðir í COVID, það voru settar upp auknar birgðir, en síðan fór þetta aftur í sama farið. En ég veit ekki, þetta bara lullar. Þetta reddast. Já. Þetta er ekki mikill kostnaður miðað við almennan kostnað í dag og það er alvarlegur skortur núna í gangi
Ég held að menn hafi vaknað núna og vonandi. Allavega mun ég halda áfram að reyna að ýta á það. En þetta svona hættulega, það kemur einhverjum á óvart hvar við erum staðsett, sko. Ég get kannski aðeins gripið inn í, ég heiti Ólöf og kem frá Lyfjastofnun. Við höfum átt fjöldamörg samtöl við heilbrigðisráðuneytið það að skilgreina magn birgða af nauðsynlegum lyfjum sem þurfa að vera til í landinu. Og mér skilst það á lögfræðingi ráðuneytisins í þann síðasta mánuði að sú vinna í gangi að setja þetta þá í reglugerð. Því okkur hefur skort lagaheimild eða reglugerðarheimild til þess að krefja birgjana að eiga ákveðið magn. Því miður. Þetta svona byrgjarnir hafa ekki staðið sig í mál. Já, sko, okkur finnst, allan hjá Lyfjastofnun, þá finnst okkur að þeir eigi að eiga meira á lager en þeim mörgum hverjum finnst. Ég ekki alveg saman að þessi byrgjunum að kenna, þetta líka skilgreining í lögum, sko. Ég veit að norska ríkið tók sig til bara eftir COVID og keypti bara lagerinn, þeir eiga bara lagerinn. Þannig að þetta Þjóðirnar hafa sett kröfur allt frá 6 vikum upp í 6 mánuði. Það eru 9 mánuði í Finnlandi vegna þeirra landfræðilega stöðu. Þannig að það er tækifæri. Takk fyrir það, mjög áhugaverð punktur og við vorum að fylgjast með framganginu varðandi reglugerðir og skilgreiningar þar. Það er áhugaverð, takk fyrir. Bara fleiri spurningar að lokum. Ég held að við þakka þér bara kærlega fyrir soppareritin. Og bara að lokum okkar þakka fyrir öllum fyrir í kærverðarbúðuna að koma í dag, bæði þeir sem eru á staðnum og þeir sem eru á Teams. Mér er þetta bara mjög fróðleg erindi, skemmtileg erindi sýklalyf og sýklónum frá ýmsum sjónarhornum og ég vona að ykkur að fundist það líka. Og áður við skiljum í dag, þá langar maður bara að minna aftur á þetta tákina. Ég var með slæð þetta í lokin sem er alþjóðlegt tákn sýklalyf ónæmis, ég vil sjá þetta á Teams. Þetta er sem sagt að við Jamra 2-verkefnisins að kynna þetta alþjóðlega tákn sýklónumis, þessar 2 hjörtu sem eru svona stungið hvor í annað og 2 hylki, eða sýklalyfi hylki og 2 plástrar sem að tákna þetta sé til að laga vandamálum. Það er bara svona þess að prófóður þetta tákn hérna og ég þetta sem við að pósa með þetta á mynd og við erum með táknir fleiri vilja pósa mynd, þá bara alveg endilega. En ég held ég bara að ljúkist í dag slítifundurum og þakka kærlega fyrir bara góða þáttöku og við höfum haldið þetta árlega núna á vitundvakningu sýkliða dagsins á hverju ári og móti hittist aftur á næsta ári og tökum stöðin aftur en þá bara þakka ég fyrir mig okkur.